Heil og sæl, velkomin í Eftirvaktina. Við erum með hérna frábæra þátt í dag og með mér að hérna vönu Kristján. Jú, mættur áttur. Blessaður. Blessaður. Ert þú ennþá ryðgaður eða? Nei, ég betur en ég var í gær, ég skal lofa því. Já, það flott. Og við erum komið með góðan gest, við erum komið með hérna Vínþjón ársins 2006, veitingastjóra og margt fleira. Oddný, velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu? Takk fyrir mig. Ekki máli? Já, ég bara að segja allt fínt, sko. Það er ekki bara? Jú, Já. bara næs. Já, bara geggja. Við ætlum erum með hérna skemmtilega þátt í dag, ætlum að fara í hérna sommelierið og hérna vínið, svona kannski mest megnis og svo fyrir við kannski ykkur á pólitík, þú ert hrifin af því. Já, ég get alveg talað um það smá stund. Og hérna, Oddný, við kannski byrjum bara á þér. Hérna, hvað hérna, kemur þú inn í hérna bransa? Veitingabransan? Sko, ég bakgrunnurinn minn í rauninni bara í myndlistinni. Ég bara allavega verið bara í myndlist og fór í myndlistanám og kynni svo Bigga, kallið minn. Hann er rosa flottur kokkur, þótt sé ég sjálf frá. Og og hann var í eðlisfræði þegar ég kynnist honum. Við erum náttúrulega búin að vera saman í 13 ár, sko. Og hann ákveður að hætta í eðlisfræðin og fara í kokkinn. Og ég bara eldan, ég veit ekki af hverju, ég var bara eitthvað lost, fattar ég maður, myndlist, hvað fyrir að fara að gera eitthvað með það, sko. Já. Og þannig að grunnurinn minn í rauninni bara eftir það var að kokkurinn, sko, því að ég var alveg þar í svolítið tíma, sko, 4 ár pluss. Og svo bara ég horfði þarna heimildamynd sem heitir Somm. Og ég var kannski búin að vera 6 mánuði á samningu eða eitthvað, árið eða eitthvað, ég veit það ekki. Og ég var bara svona, wow, hvað þetta er fucking töff. Þetta er bara geðveikt cool. Þetta er einn besta heimildamynd held ég sem ég hef séð. Og þetta er eina sem kveikti svona áhuga mínum á akkurat Vínþjóninum. Mér leiði eins og ég gæti gert þetta, en svo þegar ég horfði á myndina, það var ekki síns. Þetta er gleitt erfiðasta nám bara sem ég... Já, ég mitt. Hérna, hvað er þessi, ég hef ekki séð þessa mynd, hvað er þessi mynd? Hvað kveikti áhugan? Þetta fylgir nokkrum mönnum í gegnum sem sagt master sommelier próf. Okay. Þeir eru sem sagt að taka master sommelierinn hjá CMS, Court of Master Sommeliers í Bandaríkjunum, og þetta þykir bara, eða þetta talið vera bara erfiðasta, eða allavega eitt af erfiðustu prófum í heiminum. Og það er ekkert nema eitthvað bara 100-150 mann sem hafa náð þessu prófi, sko. Og þeir bara, þetta eru 2-3 ár í þeirra lífi og menn falla og menn ná og það er bara fylgst með því. Þetta er alveg rosalega áhugavert. Já, þetta er bara, eitt erfiðasta próf í heimi. Ég bara svona hugsa bara hversu mikið hversu mikið þekki, hversu mikið víni þarf þú að drekka til að ná þessu. Þú þarft bara að vera alfræði, orðabók. Já. Það er bara, þú þarft bara að muna nöfn, muna staði, muna kort og þú þarft bara að geta komið í frá þér. Skiptir engu máli hvað þú kannt, sko. Það er bara, þú þarft bara að geta muna hluti, sko. Svo líka þetta blindsmakk prófið er náttúrulega bara eitt fárlegt stundum með ekki eins og smakka. Þau verður bara dæma út frá lit. Já. Sem náttúrulega bara bilun, sko. Það er fræðilegur að ég geti gett þetta, sko. Ég get ekki að lofa þér því að þeir hafa rangt fyrir sér í þessum prófum, sko. Já. Það er bara, þú veist, það er enginn að segja mér að menn segja eitthvað að negla þetta, sko. Þetta er bara klikkun, sko. Já. Bækurna sem eru með þegar þeir eru að lesa undir þetta, sko. Þetta eru svona stafli sem er kannski bara metra á hæð af bóku sem er, sko, örugglega svona 80x80 cm, sko. Þetta er bara svona bækur, sko. Já. Sem þeir eru að Svo sko vest af þessar heldsbækur, sko, því að ég lofa þér því þetta er allt sama bókin aftur og aftur, sko. Þegar þeir eru alltaf að breyta öllum reglunum í vínheiminum og þeir eru alltaf að endurgefa þær út. Bara hverju ári, bara eitthvað, þú veist þá, ég er með alfræðirit númer 17 hérna, sko. Því að þeir breyttu, þú veist, fullt af einhverjum reglum í nýja heiminum og gamla heiminum og maður bara eitthvað, þetta er algjör steypa, sko. Þetta er svona eins og í háskólanum þegar maður þarf alltaf að kaupa sömu bókina, þú veist, hverju ári. Já.
en þú veist, eina sem þeir eru búin að gera er bara að færa kannski eitt kafla hingað og það er það næsta útgáfa. Ég veit það þreytt. Já, Þetta er bilun, sko. Það er líka að bara svona að reyna að vera að gera þetta bara ógeðslega erfitt fyrir alla einhvern veginn. Það er það. þetta er kannski svona business hugmynd að gefa út ykkur fræðibók og vera bara með áskrift og sögulega hverju einasta ári bara í nám. Þetta er geðvitt. Þetta fara allavega mjög mikið upp úr því ef þú kemur með eitthvað krassandi, sko. Já, og svo kostaði líka alltaf bara svona 15 skall bara Já. bókin, sko. Einmitt. Sem er svolítið dýrt fyrir bók allavega, bara. Já, ég myndi halda það. Það er brjálæðislega dýrt, sko. En ég meina, það bara sumir ekki börn og sumir ekki líf og Já, já. skella sér í þessar bækur, sko. Já, já, en þú veist eins og Þetta er nú þessi virðið að hún er að klára Master Somali allavega með launatjekkina sem þeir að fá. já, Sko, þeir sem að klára, þeir eru bara búin að stilla sér upp bara fyrir framtíðina, sko. Já. Þú veist, þú þarft ekki að finna þig vinnu, þú þarft ekki að gera neitt, bara þetta kemur til þín, sko. Já, það er bara. Þú veist, þetta er alveg rosalegt að vera með þetta. Þú veist, þú færð þetta er bara eins og doktor, fattarðu, þú færð M.Vaff fyrir fram að nafnið þitt, þú veist, þannig að þú ert bara M.Vaff, Gunni Sigurðsson, fattarðu, eða eitthvað. já, já. Þú veist, og það bara, og þú ert bara, já, bara kemst allstaðarinn, bara það vilja allir fá þig, menn eru bara hringið, sko. Já, þetta er bara, já, þetta er erfiðast. Þú veist, það eru fleiri prófið ekki líka, Jú, þú veist, þú getur ekki fullt af öðrum prófum í þessu, þetta er ekki eitthvað eina prófið, en þetta er bara, ef þú klára þetta, þá bara, ég er að búið til vinsýðil hérna á Íslandi en ég veit ykkur stað þegar ég á Kristján Högni, ég ætla að ringi hann er með þetta próf. Já. Þannig að þú segir, þú fær vinnun upp í hendunar, basically. Já. Þú eru ekki að tala að bæta við 9 stígi líka í Somalíar. Ég sá ykkur umræði, ykkur frétt sem voru að pæli að bæta við auka stígi eftir þetta. Sko, með Master of Wine, Já. ég mista því, sko. Ég held að séu bara að svo Já, fá meira. menn eru að taka þetta próf 10 sinnum, sko, þannig að Já, akkurat. Svona eins og bílprófið. já, einmitt það svona. Herri, við köttum þetta aðeins út, en setið mækar einhver aðeins nær ykkur Hann er að köttast út stundum hérna. Já, Veit ekki hver? Anna? Ok, fínt. fínt svona, já, flott. En já, það eru, afsakið, Ekki þið alltaf frá. Ekki stress, sko. en það eru sem sagt, sko, það eru 3 skólar. Það er Court of Master Sommeliers í Bandaríkjunum sem eru mjög fókusaðir á geirann og þjónustu og bara hospitality. Þú veist, þannig að þú ert með bóknámið þar inni en þetta er mikið meira stíliserað inn á fólk sem vinnur á gólfinu og er að keppa og bara er inn í bransanum. Okay. Svo ertu með ASI diplómunar. ASI er Association de la Sommelier International sem eru alþjóðlega samtök sem sjá keppninar og bara þetta eru keppnir sem eru haldnar bara í öllum löndum, bara af litlum sommelier samtökum inn í hverju landi sem eru síðan meðlimir af alþjóðar batteríinu og menn komast inn á Norrlandamótið og Evrópumótið, heimsmeistaramótið, Asíumótið, þú veist, þetta er svona þannig dæmi og ASI er svona nýji krakkinn á bara svæðinu, sko og þeir eru mikið meira að stílisera sig inn á keppninar. Þannig að þú færð keppniskunnáttuna svolítið beint í æð frá þeim sem er líka rosalega mikið bóknámið sem þú færð í CMS en bara svona aðeins öðruvísi. Og síðan er VSET sem er The Wine and Spirit Education Trust. Þeir eru í London og þeir eru bara bóknám. Þeir eru bara þurrt bóknám. Og þeir eru vinsalastir, sko. Þeir eru alveg langvinsalastir. Líka þægilegastir, sko, þú veist, að því þú færð allar upplýsingar þar. Þú ert bara að læra þetta, það er bara bók. Já. Það er bara fucking cozy að fá bara einhverja bók, sko. Allir hinn eru bara eitthvað, þú er bara að giska hvað við viljum að kunnir, sko. Bara mættu bara. Já, getur henni líka bara tekið þetta einmitt bara heimaður. Þú veist, þú getur skráðið í skóla í London og verið bara í Íslandi að fjarnám bara. Getur nefnilega gert það, sko. Og þeir eru sérstaklega gíraðir inn á, sko, innflutning, þú veist. Þannig að ef þú ert að vinna fyrir byrgja eða eitthvað, þá er VSET 100% málið. En þeir eru ekkert sérstaklega bara stílisaðir inn á geirann sjálfan, sko. Það er ekkert hospitality eða þjónusta eða neitt svona þar, sko. Nei.
Hvernig verða með, þú veist, á Íslandi ef maður væri að æfa sig þá þegar maður þarf alltaf að smakka vínin og fleira, Já. þú veist, aðgengið að þessum vínum sem kannski maður þarf að kunna og fleira færði þetta mikið hérna eða myndur þurfa bara að flytja þetta inn sjálf eða? Sko það er bara allur gangur á því sko. Þú færið alveg flest orðið heima einn dag. Okay. Ef þú vinnur á veitingastað þá bara frekar easy að komast í meginpartin af þessu. En það er alltaf eitthvað inn á milli, þú veist, eitthvað banjúls og eitthvað svona kjaftaði frá sjúra og eitthvað svona sem bara frekar erfitt að komast í að einhverju viti. Já. Og svona alltaf bara öll vínin, þú veist, sem að eru í nýja heiminum. Já. Þú veist, það er ekkert eitthvað allt og mikið af þessu fluttingað inn, sko. Nei. Þannig séð. En Og sé hérna, fullt. já, en ef fyrir maður tilbaka, Oddný, þú sér þessa bíómynd þannig að Já. fær smá inspiration þar Já. og hvert er næsta skref? Ég bara fór í þjónin. Já. Já, ég bara skellti mér í þjónin og ég bara svona ákvað. Ég ætla bara að leggja allt sem að ég hef í þetta og ég bara byrjaði og ég bara horfði á fullt af YouTube-myndböndum og keypti mér bækur og bara var að hlusta á einhverja gamla kalla tala um vín allan daginn og svo skellti ég mig í vísett og klára þjónin og fyrir meira vísett og bara fyrir að keppa. Við erum alltaf búin að keppa núna í fjögur ár. Já. Já. Það er náttúrulega heldur mann svolítið mikið með efnið að vera alltaf að rifja upp fyrir einhverja heldur keppnir, sko. Svona líka fyrir fólk sem kannski veit ekki hvernig keppnisformatin eru í þessu. Þú veist, það er væntanlega oft mismunandi. Hvernig fer þetta, þú veist, svona oftast fram? Sko, keppnirnar eru bóklegar og verklegar og hérna þú ferði gegnum sem sagt bóklegt próf og þessi próf eru bara bull, sko. Ég meina maður er eitthvað bara wow, shit, maður er einhver spurning Kína, sko, bara glemdi viti eitthvað um þetta, sko. En þú veist, maður er svona að fylla upp í eðurnar og þetta er bara það sem þetta er og síðan ferðu í það er blindsmakk og blindsmakk getur verið bæði sko munnlegt og það getur verið skriflegt þú veist. Og þú ferði gegnum grid sem að ASI samtökin eru búin að búa til og þú fær stig út frá gridinu og gridið er rosalega langt og þetta er bara, þú ert bara að leggja það minnið, sko. Þetta er bara það er eiginlega bullshit, sko, hvað þú getur eitt miklum tíma í að lýsa nokkrum dropum í glasi, sko. Þú veist. Og það þannig sé skiptir ekkert máli hvort það er rétt eða ekki, sko. Þetta er meira bara svona, þú veist, þú fær stig fyrir réttan lit, rétt lyktareinkenni, rétt bragðeinkenni, þykkt, bara, þú veist, allt sem hún lýsir fyrir stig fyrir. Okay. Svo dundrar út bara, ég held að þetta sé bara Chablis frá Burgundy, þú veist, frá þessum framleiðanda. Kólrant, skiptir ekki máli, þetta voru 3 stig, sko. Bara allt bara áfram. Einmitt. Ég held að þetta væri bara, þú ert að giska á ár, örgla vínþrúu og bara hvaða svæði. Nei, bara, þú veist. En, sko, þú getur alveg verið með ári rétt og þrúuna rétt á eitthvað svona. En ef þú ert bara eitthvað kólrangur í glasinu, þú veist, þá eru þeir sem að kannski eru rosalega góðir í þessu og betri maður sjálfur, þú veist, þeir eru bara svona heppin. En svo skýtur á bara eitthvað rangt vín, sko, rangt ár, en þeir sjá hvað þú varst að lýsa, þá eru þeir svona, wow. Það er fór minnsjans, ég er bara góður að giska, sko. Ég var að sjá þið, ég vil sjá þið skráði í þetta. Já, við ætlum að taka blindsmakk núna einhvern tímann. Jú, var það ekki á bjórum samt eða? Já, við getum. Ekki tekið í vín líka? Já. Það er boðið upp á, sko, í ASI, það er grid fyrir bjórin. Já, bara bókstaflega, sko. Það er fáránlegt, sko. Ég held ég með negla. Já, ég held að þetta gera líka. Það ekki, gott. Ég er full að trúa. En eitthvað segir, þú skráðið í þjóninn og hérna byrjar á fullu í bransanum alveg, hérna fókust og það bara í samningu eða ekki bara? Jú, ég lærði á Sumac. Já. Meistarinn minn var Róðmar Rói. Já. Hann er alveg bara, var frábær, ég var mjög heppinn með meistara, sko. Þegar hann er svona klassískur, þú veist, þeir eru ekkert eitthvað margir. Svona, það er lítil þekking í bransanum, þú veist, það er rosalega mikið af fólki sem er annarkvort hættir í kringum COVID, dettur út, þú veist, á þessu tímabili
og ég var bara heppin að bara ná honum svona rétt að hann datt út sko. Þannig að það bara mikil, það bara einmitt. Hvað heldur að séu margir með Somalia-próf á Íslandi í dag? Ég veit ekki, alltaf sé kannski sko, með próf ég veit ekki 15 manns okay. Það meira en ég held samt ég gæti haft rangt fyrir mér en það náttúrulega fullt af vínþjónum sko. Já. Þetta náttúrulega ekkert eitthvað þú þarft ekki að vera með próf sko. Þú getur verið algjör vitleysingur komist í gegnum þetta sko. Það ekkert eitthvað helst ekkert í hendur sko. Já, en þú tekur þetta eins og þetta vísett þennan dæmið, þetta eru 4 stig eða ekki? Jú, 4 stig en þú þarft alveg að klára 4. stigið, það þarf alveg að vera sko, 4. stigið diplóma það diplóminám, það tekur alveg sko, hvað 1,5 upp í 3 ár fyrir þetta hvort lengi sko, að gera þetta og það bara, þú ert að fara út bara á nokkra mánaða fresti að taka próf sko. Þannig að það er alveg svolítið pakki sko. Það eru nokkrir búið með það hérna sko. Það er örugglega 3-4 sko. En það er alveg, það varst alveg komin í alveg pakka, alveg próf og þú þarft alveg að vera með einhverja heilaselur úr vínu og ætlar að fara að klára það. Já. En mín upplifun sko, með þetta er ekkert eitthvað endilega, þessi próf skipta þannig sé ekkert máli sko. Þú getur tekið þessi próf og þú ert komið með bara, já, þú veist þetta mín, fattar ég. En það er ekkert að fara að hjálpa þér að selja sko. Nei. Ef þú ert bara vitleysingur sko, og getur ekki komið þessu frá þér, þetta er engum máli hvað kann sko. Eða kannski bara góður í bóklærdóm og átt erfitt með fólkið. Nákvæmlega. Það er kannski betri baku tjöldin. Já, en þetta er kannski gott próf að þú ert með búin að vera að vinna á gólfinu og veist eitthvað þú ert með mannlega hlutan kannski aðeins á lás að kannski fínt að fara í bóklega hlutan í vínunu. Já, klárlega. Ekki? Bara að vinna hjá, ég veit ekki, Bláalóninu eða eitthvað einhverjum svona stórum og flottum. Eða bara færast út allan heimur líka. Já, nákvæmlega. Fullt að gera við þetta sko. Þetta er alveg, opnar alveg dyr sko. Þú hefur farið eins og þú fórst að keppa og fórstu mikið út að keppa líka? Já, ég hef keppt 5 sinnum í útlöndum. Ég hef keppt á 4 Norðurlandamótum og 1 Evrópumóti og næsta Evrópumót verður núna í haust. Næsta Norðurlandamót verður núna í haust og það er haldið hérna á Íslandi, þannig að ég fer ekki út. Okay. Og svo er Evrópumót eftir 1,5 ár, cirka. Og það er reyndar líka heimsmeistaramót núna eftir nokkra mánuði, en ég er ekki að keppa á því. Það er Manuel að keppa á því. Já. Hvernig eins og að fara svona út að keppa, hver er munurinn á að gera mótið eins og heima og svoleiðis? Það er bara meiri glamúr. Heimur. Já, í rauninni, þetta er bara annar heimur sko. Heima er þetta bara, við erum svo fá, þetta er svo lítið og keppnirnar sko, Vínþjónasamtök Íslands standa sér ógeðslega vel, þau eru rosalega flott. Það er líka mikið metnað í þetta en það er bara það fáir sem að hafa áhuga á þessu að þau eru kannski líka að passa sig að hræða ekki fólk í burtu sko, með einhverju skrýmsli sko. En svo ferðu út og það er bara tala við fólk úti og það er bara já, ég er bara í 40% vinnu því ég ætla að vinna þessa keppni. Fattar ég? Já. Þetta er bara svona, já. Fólk sem bara taka þessu bara þvílíkt alvarlega. Og það er engin sko, ok, ég segi ekki engin, það er rosalega fáir sem er í einhverjum stjórnunarstöðum eða eru bara að vinna alvöru vinnu sko. Það er rosalega mikið af þessu fólki. Þetta er bara career move að keppa í þessu. Og ég ætla bara að fara að vinna á fínum veitingastað í einhverju lægri prósentu og ég er bara skraut fyrir þig bara að fá að koma til þín og vera með þér og vera á gólfinu smá og ég ætla ekki að taka neina ábyrgð að ég er í keppnum sko. Þetta er bara einmitt. En hvernig er þetta, þú ert að keppa erlendis, ertu þú að borga undir þig eða færðu ykkur styrki eða? Sko það er mismunandi sko, ég veit að Noregur er með eitthvað svona prógram, þeir borga eitthvað smá. Samtökin er alveg það sterk þar. Svíþjóð er bara hardcore sko. Það er landslið. Svo með líka landslið. Þeir líka dominata sko. Það er fárán, þeir eru með búning og allt sko. Þeir eru einmitt best, en hvaða land er svona, eru eins og þú segir Svíþjóð
Dominita, ég getur maður hugsaði mitt, þú veist, Frakkland vantarlega. Já, hann bara, sko, ég er ekki að segja að það sé ekki frábærir sommelierar í Frakklandi, en það er svona, það er náttúrulega kannski ekki alveg hægt að segja það algjörlega, en svona tilfinningin er svolítið að þau lönd sem eru ekki að framleiða vín, þau eru svolítið svona sterkari í þessu heldur en þau lönd sem að framleiða vín. Okay. Af því að þú fær svo mikið að sérfræðingum, þú veist, þú ert frá Ítalíu, þú ert alin upp í, þú veist, Toskunni, þú veist, þá ertu með sérfræðinga vínin á þessu svæði. Og þeir vita takmarkað það sem er í gangi kannski í Frakklandi, fattar við, þú veist, þetta vita er fullt, fattar við, en þeir eru ekki svona, þú veist, þeir eru ekki með þekkinguna á öllum sviðum, þeir eru bara með geðveikt djúpa þekkingu á einu og svo svona aðeins minna á hinnu, fattar við. Ok, svo sérhæfa sig í ákveðnum landslundum og fleira. Okay. Þannig að í þessum keppnum, þú veist, þá hefur fólk frá Lettlandi og Litáin og Norðurlöndunum og svona, þú veist, þetta er fólki sem er svolítið að standa upp úr, sko. Já, ok. Það er bara mjög áhugavert. Já, það er svolítið klikkað, sko. Já. Ég bjóst ekki þessu. Nei. En það meikar alveg sens þegar maður svona pælir. Já, þegar þú segir þetta svona, sko. Þá finnst mér við alveg góðan sens. Þetta myndi bara rúlur upp. Ekki ég persónlega, ég er bara á Ísland. En ok, en bara segjum svo, ég bara hérna, ég hef alveg ákveðin svona áhuga á víni og svona en veit nú ekki mikið, en þú veist, ég vil fara í þetta nám, hvar á ég að byrja? Ég myndi segja bara að byrja á vísa 2, sko. Það er, eða 1 jafnvel, þú veist, 1 er bara baby, þú veist, próf, fattar ég, þú bara, hvað er Chardonnay, sko, þú veist. Bara, þú fær bara litlar léttar upplýsingar, bara leitur svolítið í gegnum þetta og getur í kjölfarið farið í vísa 2. Vísa 2 finnst mér vera svona, það er svona kortleggur þetta svolítið fyrir þig, þú veist. Mér finnst eins og þegar ég fór inn í vísa 2, ég vissi þannig séð allt sem að var, sem kom upp. Það var ekkert annað sem að ég vissi ekki, þú veist. Þetta var svona, þú veist, Chardonnay er frægt á þessum svæðum, þú veist, en þeir kortleggja þetta og þú ert svona færum eftir á allar þar upplýsingar sem tekur við þegar búinn, að þú getur bara svona settar í hólfið sem að þeir búa til fyrir því, sem er svona landafræði, bara hólf, fattar ég. Bara þetta svæði frægt fyrir svona, þetta svæði frægt fyrir þetta, ding, 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 bara svona áfram. Og ég bara klálega vísa þetta. Já. Fyrstu 2 er svona byggja bara rosalega sterkan grunn svo við getum byggt vona það eftir á. Okay. Já, menn svo fyrir í vísa 3 þá eitthvað komin aðeins meira advanced, eitthvað svona erfiðara og svo 4 er bara, það er bara hvort þú komin í alvöru nám og hvort að fara út og... Sko, vísa 3 er í rauninni, sko, já, vísa 3 er mikið dýpra, mikið meiri vínfræði og mikið svona, og landafræðin er aðeins öðruvísi, þú veist, þú ert að flakka svolítið á milli og læra undirsvæði og átta þig á því hvað undirsvæði er, fattar ég. Af því að það er alveg, þú ert alveg svona smá tíma til að fatta svona, bara, Burgundy, og svo er eitthvað sem að heitir Nuits-en-Chars, fattar ég, hver tengning þarna á milli, fattar ég. Þetta er svona kortleggur það fyrir þig. Vísa 4 er bara svona utan bókalærdómur, bara, þú ert bara með bara rosalega þungar þurar upplýsingar bara nákvæmlega þetta og svo bara þarftu að bara dundra þér í gegnum þetta, sko. En er þetta eitthvað svona, myndur þú segja þetta væri þú veist, þarftu að hafa eitthvað svona náttúrulega talent fyrir þessu, eða þú ætlar að vera þú veist, bara eins og bara fljúga gegnum þetta nám, taka diplóm og vera bara, þú veist, rosalega góður og með mikla þekkingu sem sommelier og þú veist, eins og segi, þú veist, eins og við vorum að tala með þetta íkta dæmi á hann, hérna getur bara hort á glasið, bara þegar þetta er hann Ítalía, Töskani, eitthvað þetta skilur þú veist, er þetta svolítið náttúrulega talent að geta allir verið svona góðir í þessu? Sko, ég held að allir geti verið góðir í þessu, en til þess að fara í gegnum diplómuna, þá held ég að þú þurfir að hafa grunn í háskóla. Því að þetta er bara háskólanám. Og þú ert að kunna að skrifa ritgerðir og þú ert að kunna að svara ritgerðarspurningum. Þannig að ef þú ert ekki með þannig grunn, þá er þetta frekar erfitt fyrir þig. Já. Svona líka sér maður, þú veist, þeir eru að þróa bragðlaukana sína og þú veist, borða ekkert sem deyfir þá, eins og sterkan mat eða reykja eða kaffi eða eitthvað svoleiðis. Ef þú ert að fara í keppni eða eitthvað svona, ert þú að taka bara eitthvað undirbúningstíma sem þú ert bara ekki að gera neitt af þessu eða? Sko, ég passa mig alltaf bara, sko, ég fer alltaf að sofa á réttum tíma og passa að vera í rosalegri rútínu þannig að ég vakni svona náttúrulega á þeim tíma sem að ég á að vera að fara að keppa, sko, þú veist, undirbúningurinn undir það og á morgnana áður en ég keppi
þá er ég alltaf með einhver blindsmökk. Þú ert í rauninni bara sýrustilla pallettina þína fyrir prófið, sko. Já. Að ég meina, ef þú smakkar vín allt í einu, bara fyrsta vínið í prófinu og þú ert kannski ekki stressaður, þú ert bara, shit maður, hvað er súrt maður. Þú ert bara eitthvað nýbúin að vera að borða eitthvað sem var bara ekkert mjög súrt og nú ertu bara fokta því að þetta var ekkert súrt, sko. Þú varst bara seriós í morgumat og það er eiginlega hana fyrir. Já. Bókstæðlega bara hitu upp að þeim keppir, sko. Já, bara bókstæðlega, sko. Já. Hitt upp. Já, það er bara mjög áhugavert. Já, þetta er algjör þrung, sko. En ok, þú ferði nám hana á Sumac og hvað er búin að vera þar bara síðan, ekki? Já, ég er bara búin að vera þar síðan. Og vinnið upp í að vera veitingastjóri þar. Já. Las ég eitt hana rétt að þú hafi verið í eldhúsinu eitthvað líka? Já, ég lærði kokkin áður en ég byrjaði í þjónunum. Já. Ég tók ekki sveinspróf. Ég bara hjartaði, menn var ekki þarna. Ég bara hékk í þessu, fattar ég. Bara kláraði samninginn og bara hékk. Og þetta brann alltaf á mér eftir þessa mynd, sko. Ég hefði valið vitlaust. Og svo hætti ég einhvern tíma og ég var bara, vá maður, það er svo gaman að veitingastöðum, það er svo gaman í kringum í dag, bara ég verði frá aftur. Já. Og það var bara skyndi ákvörðun, bara ég ætla að helga lífinu þessu, bara þetta sem ég ætla að gera. Ég vaknaði bara daginn eftir og ég bara byrjaði og ég er bara búin að vera í því hugarfæri núna í 6 ár, 7 ár, 6 ár, 7 ár. Einmitt. Hver er helsti munurinn að vera í eldhúsinu og á gólfinu svona fyrir utan kannski matinn? Sko, það er bara miklu skemmtilega að vera frammi. Vinnutíminn er styttri, álagið er ekki jafn erfið og mikið. Ég fæ að vera hrein og sæt í vinni, þú veist. Og bara name it, sko. Það er bara betra punktur. Já, sammála því. No offense, kokkar. Nei. Það maður sé eitthvað svona myndir og eitthvað memes eða eitthvað svona netur, eitthvað svona djók sem sko, kokkarnir er bara eitthvað svona hópar af eitthvað sjóraningjum saman, sko. Og svo er þjónarnir, það er bara eitthvað svona prinsessurinn að fram á gólfi, sko. Það er bara þannig, sko. Já, það er bara nákvæmlega þannig, sko. Já. En ekki það, þú veist, ég er nú líka bara að djóka, sko. Það er alveg harka í þessu líka, sko, en öðruvísi. Allt öðruvísi. Meira mannlegt líka. Já, þetta er það. Það er líka, ég held að það sé líka hluturinn sem heilla mér svo mikið. Það er bara, ég hef svo gaman af hospitality, sko. Þú veist, víni er ekkert eitthvað, ég brenn ekkert fyrir vínið, sko. Ég brenn fyrir servicin, fattar ég. Þú veist, það er bara að snúa einhverjum kuna, það er bara geðveikt. Þú sér líka bara ára hverju beint fyrir fram að hvort að fólk sé að hafa gaman eða þetta sé að ganga upp eða þetta gengur illa. Þá náttúrulega getur alltaf gert eitthvað í því, sko. Já, einmitt. En já, fers og verði veitingastjóri og á Sumac og hvað sá staðurinn alltaf búin að vera bara í stanslausri uppbyggingu, þannig sé bara í ykkur ár núna, alltaf bara orðin bara rótgrónir Reykjavík og bara þau eru flest allir Íslendingar að borða þar. Við erum búin að vera opið núna í 9 ár og ég er búin að vinna á Sumac í yfir 6 ár. Já. Þannig ég er búin að vera þarna svolítið tíma og þetta er bara, þú veist, bara flott, sko. Með þess að Sumac egnaði sko barn á leiðinni, bara annað veitingastæði sem opnaði inn á Sumac sem er núna komið reyndar annað flutt út. og barnabarn núna, sko. Já, akkurat. Það er komið sel líka. Það er gera, sko. Fullt búið að poppast út úr Sumac, þannig sé. Já, þetta er náttúrulega líka bara, þú veist, maður er nálægt bara ógeðslega mikilvægum flottum manni, fattar ég. Og það bara hefur rosalega mikil áhrif, fattar ég. Þú veist, ég meina þú getur verið að vinna fyrir flott fyrirtæki en ef eigandinn er ekkert á staðnum, sko, þú veist, þá kannski heldur þetta ekki alveg mikið áfram og þetta myndi gera annars, það hefur mikil áhrif. Já, standardin alltaf settur ansi hátt ef eigandinn er alltaf á sæðinu með puttan í öllu, sko. Já, sko. Það er bara þannig. Já, vera með þess að vinna með þessum eigendur sem að eru með ástriðina fyrir þessu, ástriðina fyrir eins og segir service og að vera á staðnum og eldhúsinu og öllu skilur það er bara smitar út frá sér Já, klálega, sko. Þið ekki það nú? Já. Maður er alltaf með eigandan bara á bakinu, sko. Á góðan hátt, það er að segja. Þetta getur hljómað illa en það er bara þetta svona heldur mann í fókus, sko. Stundum svona leifir maður sér aðeins að slaka og allt það og þá svona fær maður kannski smá spark í rassinn og
þá er þetta aftur miklu skemmtilega. Þetta er ekkert gaman ef maður að hafa þessa hlutina, sko. Já, einmitt. Þetta verður að vera full force ef þetta á að vera gaman, sko. Alveg sammála. Nei, bara klára. Nei, bara ég ætla að spyrja aðeins út í þráina, því hann alltaf með þessa smittandi svona áru og metnað í kringu sig, sko, sem maður tekur eftir hjá fólki sem vinnur undir það er bara, hvernig upplifur þú það til dæmis frá Þráni að vinna með Þráni? Það er náttúrulega bara mjög gott. Ég búin að vinna fyrir hann. Ég er ennþá að vinna fyrir hann, sko. Já, hann er rosalega rosalega góður og hann er örugglega svona að því leyti besti yfirmaður eða svona manneskja sem ég hef unnið fyrir af því að það er bara hann er rosalega sanngjarn og rosalega góður og keyrir hlutina svolítið áfram, þú veist, hann vill alltaf aðeins meira, sko. En á góðan og skemmtilegan hátt, maður er alltaf bara svona, ok, bara látum þetta gerast, sko. Það er svo gott að vera með svona eins og krefjandi yfirmann sem svona lætið alltaf taka eitt skrif upp út. Einmitt. Læri mikið af því, sko. Já, ég ætlaði nú bara að hvernig þetta þú? Ég datt aðeins út sjálfur. Það er svona athyglisbrettina, sko. Nei, en jú, við ætlum bara að einmitt fara kannski betur út í bara að spyrja því kannski svona einhverja persónulega spurninga, bara uppáhalds vín og svoleiðis og uppáhalds þrúga, eða kannski segjum að það frekar eða? Já, bara bæði, það er sikkert svarið, sko. Þú veist, þetta er vínið er náttúrulega bara það er búið að ofgera þetta svo mikið, þú veist, það er allir eitthvað þetta er rétt, þetta er rangt, það er ekkert rétt og rangt. Þetta er bara hvað finnst þér gott, fattar ég. Ég persónulega er bara basic bitch, ég vil bara basic bitch vín. Bara ég elska Tempranillo, elska Rioja og Nebbiolo og allt þetta basic stuff, sko, bara fucking juicy og Chardonnay og svona. Og ég er mjög hrifin af vínum sem eru svona aðeins klassískari, sko, ég er ekkert voðalega hrifin af vínum sem finnur eitthvað rosalega mikla gírkaraktera og það er svolítið svona funk í þeim, sko, þá missur mig svolítið, sko. Já. En já, uppáhalds þrúa mín væri örugglega Nebbiolo, bara því að hún er skemmtileg. Uppáhalds víni mitt. Það er bara Puy Fusei, sko. Það er sett að Fusei, sko, bara eitthvað sem maður grípur alltaf í. Já. Það er klassík, sko. Einmitt. Já. Það er ekki alltaf að flækja hlutin, heldur, sko. Nei, ekki bara einfaldast besta. Fegurinn í einfaldleikanum er alltaf góð, sko. Það er ástæða fyrir að þetta er klassík, sko. Já, nákvæmlega. Einmitt. Er eitthvað sem að eitthvað sem þið við vanta svona í Reykjavík, eitthvað veitingastadadæmi, eitthvað meira víndót eða, þú veist, það er nú einhverjur fíni fimmbarir líka. Já, þú veist, vínstúkan er náttúrulega bara brillirar, sko. Þeir eru rosa flottir, en það er ekkert eitthvað mikið klassískum vínum þar, sko. Þeir líka að koma alltaf með, sko, þegar ég kem, já, ég veit, þú vilt svona klassíst, þetta er svolítið basic, sko. Þannig að en hospitality er náttúrulega bara upp á 10, sko. Já. Og já, svo er náttúrulega kramper rágætt, bara virkilega solid, krútlegur, bara ógeðslega gott sitta þarna, sko. Og já, svo er náttúrulega Port 9 bara, þú veist, það er bara rosa krútlegt líka og þetta er allt, sko, ég myndi ekki segja vant eitthvað, þetta er meira kannski bara það rekstrar umhverfið er svo ógeðslega óhagstætt að það bara er ekki möguleiki fyrir eitthvað öðruvísi að opna, sko. Ég var alveg til í að sjá, sko, bara einhvern veitingastað með bara 150 gler á lista, ógeðslega áhugavert og Risa vinkjallara og allt. En hvernig er safnið þitt heima? Herðu, ég var að kaupa mér svona 180 flösku vinkæljum daginn. Ég var með 2, sko. Ég var búin að stapla þeim svona upp á hvern annan. Og þeir voru orðin svona svolítið, ég veit ekki, þeir voru rónalegir. Það var svona beint úr breiðoltinu maður, sko. En þannig að ég losaði mig þá, nú voru þeir komin í kjallarann hjá vini mínum og við vorum að fylla hana einhverju drasli þar, sko. Og nýi bara geðugur, sko. Það var bara útsurnaði fastu, sko. Bara átt að kosta eitthvað 500.000, fekk hann bara 150 eða eitthvað. Já, geðvigt, sko. Þannig að það bara að fara að safna núna. Já, það pláss sig.
Ertu átt eitthvað svona eitthvað geggjaða flösku? Eða, Já. þú veist? Já, nokkrar sko. Ég á Claude Roy frá Pascal Jolivet sem að ég fekk í Fraklandi fyrir einhverjum 5 árum eða eitthvað og ég bara geyma hana, hún 2020 sko og þetta svona einegra í Sancerre rosa fancy já, svona fremur fancy, þetta ekki mega fancy, mér þykir bara væntum hana og svo á ég eina Grenouille frá 2018 sem að ég svona að sitja á. Býð eftir einhverju svona hátíðar tilefni til að... Já. Grenouille er sem sagt Grand Cru eða það er 1 Grand Cru í Chablis og því er skipt niður í 5 bara egrur eða eitthvað og Grenouille er 1 egran í Chablis. Þetta er svolítið svona, að því að þú varst náttúrulega í myndlist, sko. En fjárfestingar á víni er örugglega svolítið svona svipað og fjárfestingar í myndlist, sko. Þetta er svipað, sko. Það ekki? Bæði scam, sko. Það er kjátaði. En talandi hérna erfitt rekstrarumhverfi og hérna svoleiðis það nú mikið búið umræðinu með hérna þessi smáríkið og allt þetta dót hérna, hvað finnst ykkur þetta? Sko ég er allan að hlindur svona smásölu á víni eða því að þú veist eins og hvað voru 30 miljardar í áfengisgjöld á ári og líka þetta svolítið svona keppur á móti hérna einórkunum markanum sko að því að eins og það er kunni sem er 85 ára sem kemur ofta á kalda sem er í göngugrind og hún bara getur ekki farið út í vínbúð og keypt sér vín það var sko hún á ekki fjölskyldu neins staðar þannig að ég og einn annar barþjóðn hafa stundum verið að fara með sendingar til hennar sko þannig að þú veist af hverju ekki að vera með heimsendingu á þessu fyrir akkurat þetta fólk sem á það bara að vera heima hjá sér að rotna þá Nei mitt Já, maður líka er svona svolítið að hugsa, þú veist, það er alltaf að vera að tala bara stjórn einhverju neyslu, sko, þú veist, og þetta er bara, maður finnst þetta svona meira að vera farið út í að það sé bara að vera að nýta, hérna, neyslu Íslendinga í, hérna, í skatta, sko, bara. Klálega, sko. Líka vera bara að banna fullorðnu fólki að gera ákveðna hluti er svolítið skrítið, sko. Já. Það er orðið svolítið svona ríki byrjað að stjórna almónum í rauninni, sem er alltaf eiginlega slæmt skref, sko. Líka bara að sjá eins og með Santer sko, ég meina hvað, þeir opna þarna á Fáskrúsfirði bara því að ríki lokar af því að það var bara ekki nægilega mikið velt að það heldur gangandi, bara einhver á skrifstofunni, bara já, herri, nei, það skiptir einhver máli þarna sko. Og núna er bara núna er þeir bara einir þarna eitthvað þjónlist á 10 sinni betur heldur en ríkat gerð sko. Það er bara fáránlegt. Svo er alltaf einhverja heimsenda yfirlýsingar ef þetta verður löglegt, hvað heldur að sé að fara að gerast? Það bara verið bara eindótt fyllir í allir ykkur gardínu fyllibittur heima og sér að negli sig alla daga. Já, eins og segi, mér finnst það nú bara að vera bara, þú veist, bara frjálst, sko, eða þú veist, auðvitað þarf að vera hérna reglur í kringum þetta og hérna maður var nú að sjá einmitt að það var einhverjir sem voru nú ekki hérna undir, sem voru ekki nú gamlir til að kaupa í gegnum þetta, en ég minna, þú veist, það hefði nú annars bara græða sér sitt sjálft eitthvað annar staðar sko en þú veist, samt sem áður þá þarf að vera alveg struktúr í kringum þetta og hvernig á að gera þetta. Klálega sko, en regluverkið er svona eiginlega þannig séð til stað myndi ég segja. Svo held ég eins og núna fattari hvað það er, ég var að heyra það frá einhverjum að það eru 4 ár í það að þeir muni taka þetta upp, allavega hana. Það er bara, þeir eru ekki að fara að snerta þetta á þessu kjörtímabili. Þannig að við sitjum bara uppi með þetta limbo sem er núna, ég meina þú sér það bara að menn eru sko, þú veist, litlir byrgjar eru bara í hérna einhverju, að berjast við það að selja sínar vörur löglega og bara til veitingastaða og fyrirtækja með veitingaleyfi eða áfengisleyfi og svo koma bara aðrir bara sem að hafa efni á því og jafnvel bara eru búinir að sækja einhverja kennitölu út í útlöndum og selja sko undir og þeir eru reyni að gera þetta löglega en samt er sko ríkið eitthvað svona geðt mikið að reyna að ná þeim, fattari? Þetta er bara asnalegt. Þeir líta bara út svo hálfvitar sko. Og líka bara þeir fá að vera allráðir yfir hilluplási og fleira sko. Einmitt. Þú veist, bara það er náttúrulega alltaf smá nepotismi hérna á Íslandi sko fólki vini vinna sinna þannig eitthvað sem er að hilluplási sé svolítið út frá því líka sko. Svo er þetta bara líka eins og með í ríkinu ég meina þeir breyttu sko fyrir nokkrum mánuðum þá breyttu þeir hérna
hvernig, einmitt, hvað þú mátt vera með í hillunum og hvað þeir eru að selja, sko. Því þetta var alltaf í peningum, fattari. Þannig að þú veist, allar dýruflöskurnar, það náða að hanga inni, sko. Af því að þú veist, þú seldi kannski eina dýra á móti 400 ódýrum, sko. En hún var svo mikið dýrari að hún bara hékk hann inni og bara flott. Þetta er bara skraut, fattari. Svo breyta þér þessu og nú er þetta allt í einu í lítrum eða eitthvað, sko. Ég man ekki nákvæmlega hvað þetta er. En þetta er bara svona, þetta er svo asnalegt að því að núna eru byrgjar að kaupa tilbaka byrðirnar sínar að dýrari vínum og sitja uppi með bara lager af dóti sem að þeir verða bara að koma inn á veitingastæðina af því að þeir með ekki selja þetta einhvers staðar annars staðar og það er ekki að selja þetta í ríkinu. Það er engin leið fyrir bara almenna neytenda til þess að kaupa þetta öðruvísi heldur en að fá þetta að borða. Bara þetta er klikkun, sko. Svo alltaf heimurinn bara þróast út í þægindi fyrir kunnan, skilur við. Að ég þurfa að fara upp í Heiðrúnin til að ná í ykkur eina flösku bara í Vesturbænum, bara hinum einn á höfuborgsæðinu bara því mér langar í þetta vín. Alltaf bara svona á móti þróun markasins í dag er bara að þú átt eiginlega að fá allt upp í hendurna bara heimafrá þér, sko. Svo er líka ógeðslega fyndið, sko, með ríkið. Að þeir eru bundnir einhverjum reglum, þeir mega ekki selja þér neitt, þú veist, að þeir eru að vinna fyrir ríkið. Þannig að þú veist, þú ferð þarna upp í Heiðrúnu og ert að tala bara við bara flottustu menn á landinu, þið vita allt þetta, sko. Og hann má ekki mæla með henni, sko, þú veist, af því að þá geta hann verið eitthvað svona að brjóta einhverja reglur á samkeppniseftirlitinu, sko, bara algjör kjátaði, sko. Nefnitt, með svo líka og tekur, sko, ég sá nokkra tölur og tekur hérna öll þessi fyrirtæki sem er að standa í þessu, ég held að séu 90.000 Íslendingar búin að nýta sér þetta, nýta sér þessi þjónustu. Þú veist, það er 1/4 af landinu, sko. Þú veist, það var augljóslega að fólk sækist í þetta og vill þetta, skilur við. Markaður fyrir þessu. Það er markaður fyrir þessu. Fólk vill nota þetta og sama en eins og við segjum líka, þú veist, það verður að vera sömu reglur íslensku og erlendu fyrirtækin sem er að standa í þessu. Þú veist, íslensku fyrirtækin er ekki að gjalda fyrir það. Að vera á Íslandi, já. Nei, þú veist, það er alltaf bara þvæla, sko. Þú veist, að búið að taka eitt skref áfram, af hverju að taka aftur, þú veist, taka skref aftur á bak. Þú veist, af hverju ekki bara halda ferðinni áfram. Þú veist, að fara eitthvað aftur í gömlu reglurnar hljóma bara eiginlega asnalega, sko. Þegar komið framþróun að vilja fara tilbaka er bara mjög skrítið fyrir mér. Ég verð nú bara að segja, sko, þú veist að ég er hlynd því að þeir opni þetta. Ég er hlynd því. En ef að þeir ætla, þú veist, ef ég ætti að velja á milli þess að opna þetta eða halda svo eins og þetta er núna, þú veist, þá myndi ég bara að loka þessu eða halda svo eins og þetta er núna, þá myndi ég segja bara loka þessu þegar þeir eru að kæfa fyrirtæki. Já, íslenski byrgjarnar eru svolítið að gjalda fyrir bara nákvæmlega þetta, sko. Að vera með starfsemi á Íslandi er bara allt í einu ókostur. Sem er fárlegt, sko. Þannig að það þarf fólk vill að þetta gerist sem fyrst og það þorir enginn að taka ákvarðanir. Það er allir að dodja spurningarnar og svo kom bara með einhverjar úrelda tölfræði og eitthvað fleira, sko. Eins og þessi að venda almúan með því að láta það vera erfiðar að drekka það bara, þú veist. Ég sem er náttúrulega bara að steypa, sko, og það vita það allir, þú veist, ég minna, þú veist, og það verður að stoppa fólk frá því að fá sér kaldan, skilur mig, og njóta þess að það vel njóta, skilur, þetta er bara fullorðið fólk og þú veist, við sama, þú veist, kostar ekki Oreo pakkinu undir búð 3 og 5, skilur mig, eru ekki feitast að þjóði heimi líka, skilur, þú veist, þetta er bara þetta meikar, svo sá ykkur að tölur Hagfræðistofu, ég held að áfengisneysla Íslendinga hafa minnkað, sko, síðan 2021 bara svona 10-15% eða eitthvað, sko. Það eru samt aðrar ástæður fyrir því, sko. Það eru efnahagslegt mikið. Já, örugglega einhver leyti, en það er unga kynslóðin, þú veist, það er talað það, sko. Ég farið á 2 einhverja svona fyrirlestra í útlöndum varðandi áfengisneyslu. Og áfengisneysla á heimsvísu hefur minnkað svakalega og þá sérstaklega hjá ungu fólki. Af því að ungt fólk, það datt út í COVID. Það fór aldrei, þú veist, þessir 16 ára úlingar, þeir fór aldrei að fikta, þeir voru bara fastir heima á sér símanum, sko. Og þeir lærðu aldrei inn á áfengi, þeir tók aldrei þessi fyrstu skref og svo ofan á það, þá er samkeppnin bara orðin allt önnur. Þú veist, núna eru menn með þú veist, gras og bara nikotínbúða og bara, þú veist, það er miklu fleiri hlutir sem er í boði. Klárlega. Þannig að það er talin vera ástæðan fyrir því að fólk er eiginlega hægt að drekka, sko. Eða þú veist, minnkaða rosalega mikið. Já, eða þú veist, náttúrulega forvörnin er náttúrulega góður hlutur, sko. Þú veist, maður á ekki að byrja að drekka áfengi þegar maður er 14 eða 16 ára, en þú veist, ég fekk fyrsta bjóri minn örgulega
16 ára með afa mínum að grilla sko. Já, bara þú veist þess momentu það verið. Já, það var geðveikt. Í gömlu gulldósunum sko. Já. En þú veist það þarf líka að ala fólk upp í þessum heimi til dæmis með áfengi, hvernig á að fara með áfengi. Þú veist, ef þú allt í einu fær 24 ára manneski inn á barinn og er að drekka í fyrsta skipti, það verður alltaf skrítin upplifun af því að þú veist, allir að inni eru vita kannski hvernig það virkar, en ef þú ert að drekka í fyrsta skipti og allt í einu bara farið þér 8, það endar ekki vel. Þetta er eins og danska leiðin að vera bara í bakarinu með fjölskyldunni og það er verið að sjá þau og passa og sért ekki að fara yfir sko, bara kunna fara með þennan ákveðna hlut sem er bæði frábær og getur líka verið ekki frábær fyrir sund fólk sko. Og þú fattar að kannski frekar fljótt hvort þetta sé fyrir þig eða hvort þetta sé ekki fyrir þig sko. Þannig að þú veist að þessi búið að taka út þetta, hvernig þú ert alin upp í kringum áfengi, hvernig þú ert að fara með það er svolítið slæmi hlutur. Og svo er það bara líka sko, við á Íslandi höfum einhvern veginn ekki, við höfum ekki þessa menningu. Þetta er ofbóðslega nýtt hérna öllu leyti. Fólk var ekkert að drekka eins og við erum að drekka fyrir 30 árum sko. Þú veist, það var bara skellt sér á barinn og það var bara, þú veist, brennivín og vatn, það er kannski ekki alveg fyrir 30 en þú veist, en skilji það sem ég er að segja. Og svo er sko, þú veist, ef þú berð það saman við til dæmis fólk sem að elst upp á vínsvæðum út í Evrópu, þú veist, það er bara, þú bara sexar, sko, þú færð vín í glasið, sko. Þetta er allt í lagi, þú veist, þetta er bara menningin. Akkurat. Og við getum ekkert keppt við þetta, sko, þetta er bara ekki til hérna. Nei, það er bara líka, og svo hugsa maður líka við varum alltaf bjórbani hérna á Íslandi hérna, hvað 1920 til 89 eða eitthvað skilur mig og þú veist, og eina sem það gerði var það að sko fólk var bara einmitt í brennivínsflöskunni, skilur það bara, þú veist, aukningin á sterkvinni var sko skuggaleg og það er bara eitthvað sem hefur, þú veist, frekar sko slæm áhrif heldur en að, þú veist, fólk venji sig á það, einmitt að, þú veist, þú klárar hérna vinnuna eða þú veist, fer í partí eða hittinga eitthvað og í staðin fyrir að fá þér hérna 2 rauðvínsglös eða 2 kalda þá færðu þér hérna 3-faldar brennivín í kók, skilur þú veist, og bara hvað heldur endur verra, skilur þetta er bara svona, þú veist þannig að þú veist, þetta er ekkert sýnt sig að hérna, þú veist, að hjálpi okkur Íslendingum að hérna fara að banna eitthvað svona, þú veist, það er bara steypa að allan að mínum að því ég var næsa með hérna alveg samanlega, þetta er bara steypa sko. Það ánáttúrulega bara, auðvitað eiga sumir hlutir að vera bannaðir, það var að banna að dreipa og það var að banna að keyra ekki eftir umferðarreglunum sko. En þú veist, en að reyna einmitt, eins og þið voru að tala um áðan, bara að reyna að hafa stjórn á neyslu fólks og frelsi, þú veist, þetta er bara það er bara fáránlegt, þú ert bara að búa til glæpamenn úr engu sko. Af því að fólk mun brjóta þessar reglur sko. Alveg 100% sko. Bara eins og að gera það núna með hérna byrgjana sem er að selja áfengi undir erlendum kennitölum sko. Já, og bara eins og þess ná bara, það ætti bara lögulega þetta þannig að hérna íslensku byrgjanir eiga að fá að gera það saman. Þú veist, það er bara þeir eru ekkert að fá að undirleikja það að þessu erlendi byrgjar að gera þetta, þetta er bara markaðurinn er að breytast og svona er bara í þróunin og lögin á Íslandi er ekki í takti það, skilur, það er bara það er líka bara holla samkeppni á markaðnum sko, sem náttúrulega skila sér til kúnnans líka sko. Þannig að áfengisgjöldin er eftir staðar, þannig að það breytist ekki sko. Það munir líka alveg skila sér sko. Og svo einmitt, já, talandi svo þessi gjöld skilur, þetta er bara hérna, þú veist, ég meina hvað er ekki þessi hérna öll þessi fyrirtæki, ég held að þessi búin að skila inn einhverjum 4-5 milljörðum í áfengisskatt á Íslandi sko. Þau sem er að gera þetta sko. Þannig að kannski er ég að hafa rámt fyrir mig þá bara maður endilega hérna senda það á mig og ég skal beðast afsökunum næsta þætti sko, en ég held að þú veist, maður er bara spá, skilur þú veist. Já, þetta er rosa eins og segja, þetta er svo skrítið limbó sem við, hvort það megi eða hvort það megi ekki eða hvernig endar þetta bara, þú veist, það er enginn að fara í þennan bransa akkurat núna bara út af þessari óvissu sem er í kringum þetta. Það var til að spórna gegn ákveðnum bara bransa og þannig að endar bara með að þetta verði einokun sko. Bara litli fyrirtæki get ekki staðið undir þessu sko. Nei, bara ljótt, bara kæfaði sko. Já. Bara þannig. En jú, það er nóg pólitíkina. Stökum aðeins á hérna. Ég var að vera heitur. Það sé það. En hérna það er alltaf heitur samt sko. Já, takk. En hérna, jú, mér langar líka ég myndi að spyrja kannski út í með svona mat og vín og svona vínpörun og svoleiðis og þú veist hver eru pælingarnir bak við það, skilur maður bara svona, bara fyrir mig sem bara, ég veit ekki bara, þú veist, voðalega lítið um þetta, þú veist
Ég myndi spyrja þessa spurningu, hvernig myndirðu byrja að útskýra fyrir mér? Sko, matur og vín, þú getur bara að hugsa þetta sem bara svona, kannski bara eins og krydd, fattari, eða sultu eða eitthvað svona, þú veist, þú ert að hugsa þetta sem eitthvað sem er að fara að gera matarupplifunina betri. Og það eru margar leiðir til þess, þú veist, ég meina þú ert bara að pæla í hvernig maturinn er og svo þarftu að finna eitthvað sem passar við, fattari, eins til dæmis bara er það, þú ert heima með mömmuðinni og það er móksteikt lambalæri og það er rabarbarasulta og sigurbrúna kartöflur og sósa þú veist og þú hugsa bara svona, ok, hvað er gott með þessu? Það er sultan það er bara, akkur ekki að skella bara í eitt sultað rjóka með, bara geggjað þú veist, með tenginguna fattur, með þessa gamey svona kjötkaraktera sem að koma í vinnu sem eru líka í kjötinu, fattar ég, með stórt og mikið með stórum og miklu mat það er í rauninni bara svona eiginlega að mattsa svona intensityð og bragð einkenni, fattar ég en svo getur þú verið með, þú veist þú getur verið með einhver bara dessert, fattar ég bara þú bara með crème brûlée bara létt, delicate þú veist, svona mjólkur, bragð og karamella þú veist, þið langar ekkert að fá þér þuran Nebbiolo með þetta þú veist, það er bara að fara að vera bara, þú veist að fara að vera bara, gretta þér sko, það er ekkert að vera gott á sko, og þetta er rauninni bara þetta er bara krydd með matnum sko. Já. En svo náttúrulega kemur líka inn í þetta er ekki reglur, þetta eru svona tillögur, fattar ég og ef þú ert bara Chardonnay mamma sko, þá færðu bara Chardonnay með crème brûlée sko, það er bara allt í lagi. Það eru mjög margar þannig á Íslandi, Chardonnay með það er líka bara ekkert á því. Ég er líka að breytast í einu held ég bara sjálfur. Já. Ég er alltaf að drekka Chablis, Chardonnay eitthvað. Já, þetta er líka bara gott. Já, geðvitt. En svona, þú veist, með hvað eins og óks, hvað eru 20 réttir eða eitthvað? Já, eitthvað svo leis. Já, að fara í vínpörun með hverja þessu er 20 glös af víni, þetta er væntanlega ekki full pour. Nei, þú veist, það er nú ekki alveg svo mörg, sko, þeir taka hérna fyrstu bitarnir eru, þú var kampavínsglas með þeim og þannig að þú veist, þú ert þannig búin að taka 3 rétti með einu víni og svo er, þú veist, það er kaffipörun og það er svona drykkir inn á milli, þú veist, þú ert með bjór og eitthvað svona, þú veist, þannig þetta er ekki alveg verið að kýla því framan blandi póka. Já. Það er mjög áhugavert fyrirbæri. Persónlega er ég ekkert sérstaklega hrifin af vínpörunum. Ég bara hef meiri áhuga á því að bara panta með flösku sem að ég vil, eða glös sem að ég vil. Mér finnst vínparnir oft frekar bara leiðilegar sko. Það þýðir ekki að þegar þú ert komin upp á þetta level að þeir séu leiðilegar sko. Ég meira kannski að tala bara svona, ég myndi ekki skella mér í þú veist, 3 rétta á Sushi Social og skella mér vínpörun sko. Þú veist, taka bara flösku með þá. Já, ég myndi frekar bara eitthvað flösku sem þú fílar bara. Já, bara eitthvað sem ég langar að drekka sko. Svo náttúrulega líka óáfengapörun líka er að mörgu veitingastöðum núna og það er náttúrulega aðeins flóknara fyrirbæri. Já. Hvernig gengur það? Akkurat, eru þið með óáfengavínpörun hjá ykkur? Ég veit eru með á Óks allavega. Já. Er það til? Já, nákvæmlega. Já, ok. Ég bara vissi það ekki. Það er náttúrulega bara skrimslið þessi markaði líka, óáfengi. Já, það er rétt sko. Þetta stækka alveg svakalega mikið sko. Þetta er óáfenga. Þetta er bara, það er rosalegt úrval af þessu í dag og þú getur fengið bara alls konar óáfeng vín, bara vín sko. Bara frá Ítalíu, bara eitthvað svona þrúa frá þessu hér að þeir sko. Gamla dag var þetta bara sósuvín sko. Já, nákvæmlega. Núna er þetta orðið actually bara mjög gott. Þetta er eiginlega bara sósuvín sko, en þú veist. En betur hvað, já, þannig að þetta er bara, hvað ertu bara með, þú veist, þú fer bara í mat á Óks og fer bara einhverja fáralega góða steik og þú fer bara töst með því, eða skilur, ég er bara að reyna að sjá þetta fyrir mér, sko, ég er bara... Nei, sko, vínpörunin eða ófengapörunin á Óksinu er rosaflott, þeir leggja mjög mikið upp úr henni og þeir eru að blanda alls konar hluti, þú veist, þetta er bara svona, það er bara upplifun, bara, þú veist, það er eiginlega bara, ljótt að segja það, sko, það er eiginlega bara skemmtilegra að fara í hana sko. Ég mæli með þeir eru 2 saman, taka bæði sko. Þegar það er svo mikil upplifun að sjá hvað þeir gera. Já, smakka bæði. Já. Af því að þú veist, vínur er náttúrulega gegn góð líka en að fá bara þú veist,
fræðina og bara pælingarnar Búa til bara eitthvað sinni einn kombucha og jú, eitthvað svona dæmi. einmitt, þetta bara svona bara artisanal, bara beint í æð, gjörðu svo vel, við gerum þetta hérna í húsinu svona, fattar ég og það bara ógeðslega skemmtilegt, þú veist, þannig að þú upplifir það ekki við óksið, þú veist, það ertu bara að missa smá af, sko. Það er bara mjög áhvert. Ég segi tökum þetta, þú fer í ófenga, ég fer í áfenga á óks næst. Svo deilið þið bara koktelum og víni til hliðar, sko, ef þetta ekki nóg. Já, tökum við bara auka. Já. Fyrir því. Fyrir mig. En erfiðast að vera vínþjónn, þú lítur nú að lenda á okkur skemmtilegum kunnum og svona sem að hafa sterkar skoðanir á þessu. Já, maður lendir alveg á fólki sem að segir alls konar hluti, sko. En ég veit ekki, þú veist, mér finnst bara rosalega gaman að gera fólk ánægt og það er bara ógeðslega skemmtilegt að lenda á einhverjum sem er bara geðþver og þú bara eitthvað, já, ekkert mál, sko, rettum þessu og svo bara labbar hann út geðt ánægur þegar þú lést hann fá nákvæmlega sem hann vil. Þú veist, hann þarf ekki að drekka sem ég vil. Ég þarf bara að átta mig á því hvað hann er að drekka og ég held að hann vínnámið hafi nýst mér svo ofbáðslega vel í það að þýða hvað fólk hefur að segja, sko. Ég spyr rosalega oft, hvernig vín drekkur þú? Hvað fílar þú? Þú veist, og þá kemur oft bara eitthvað ég drekk stemmara, þú veist, þetta er svona fancy stemmari, þú veist, og fíla þetta, sko. Þú veist, bara þessi tenging er alveg rosalega mikilvæg, finnst mér fyrir þetta. Fólk lappar út ánægt, sko. Já, og svo bara breytir ykkur erfiðum kunna yfir bara að fær faðmleg þegar hann er að fara. Bara bókstaflega. Ég er lent í bara þú ert að hella hjá okkur og hann er eitthvað svona smakka og hann er bara, þetta vín er skemmt og það er ekkert skemmt. Alveg margoft, sko. Það er bara margoft. Þetta er korkað, þú bara, nei, það er það ekki. Nei, ég rífst ekki við fólkið, sko. Þú veist, bara, ég meina, ef þetta myndi gerast með 60 krónur flösku, þá myndi ég kannski setja niður fótinn, fattar ég? En ég get alveg selt 15 krónur flösku, bara dýra í glasi, þú veist. Maður bara, ég vil fyrir eitthvað gæn labbi ánæður út, sko. Já, þú veist. Og ef það virkar ekki fyrir mig, fattar ég, ef hann er bara nei, fattar ég, þá er ég bara, ok, já, nýja, ekkert mál. Ég mitt svona var að mynda að maður hugsa sjálfur, sko, maður er kannski á okkur borði og er eitthvað vínþjótana og ég er látið smakka, sko. Ég er eitthvað hrista þetta eitthvað til og eitthvað, þefa þessu og ég veit ekki neitt, sko. Og hann er að horfa á mig bara, þessi gæi veit ekki hvað er að gera, sko. Ég lofa því að þetta er frábært vín, fá svona 2 flöskur. Ég lofa því að gæin sem að komi vínið vissi örugglega ekkert hvað hann var að gera heldur. Það er bara feita líkur á því að þessir 35 í vínþjónasamtökunum hafi ekki verið að þjóna þér, Já, einmitt. Og no offense, ég er ekki að segja að fólk veit ekki neitt, sko, en bara þetta er bara þú veist, þetta er bara erfiður heimur. Þetta er mjög erfiður heimur. Akkurat með þetta, þegar þjónninn kemur og lætur þig smakka, ég hef heyrt bæði svona kenningar að maður eigi ekki eins og að smakka, sko, maður eigi bara að skoða litin og þefa, sko, að því þú finnur lyktina. Er eitthvað sérstaklega sem maður á að gera þetta? Bara til að... Ég bara, þú veist, það fer eftir hvort að ég vilji smakka, hvort ég smakkið ekki, þú veist, þetta er bara að tjekka hvort að víni sé í lagi og svo, þú veist, að þú ert með óreint fólk fyrir fram að þig sem að er kannski bara að leita sér einhverju góðu og þú ert með glasavín þá smakkar það yfirleitt, fattar ég og ef fólkið er bara, þetta er ræðilegt skipti fokkin flösku, sko. Eitt af því en þetta er bara, þú ræðir þú mátt smakka og mátt sleppa eða smakka ég myndi segja að bæði verið rétt, sko. En ég hugsa samt ef þú smakkar ekki að hugsa ég svona þessi veit alveg eitthvað kann það að gera þetta er allt spurningum útlitið, sko. Þannig að ég smakka ekki þá lítið meir út þess að ég veit hvað það er að gera Ef þú ert bara eitthvað ég klára bara að gera það bara þefa bara, þetta er geðvægt fyrir lagi Já, bara ef ég gerir svona, hristi bara aðeins Já, bara svona hristir í því þegar gerir þannig En ég tek hana hér, svona set hvítt undir skoða litin Það er grjótart Það er grjótart Heyrður þetta frá Ívari? Nei Hann er alveg, sko Er hann að gera þetta? Hann er að gera þetta, sko Hann tekur alltaf upp, sko og rúlla í svona hendur Það er eitthvað náttúrulega ekkert að gefa til, sko Það er nefnilega ógeðslega að finna að þykjast vita eitthvað svona vín og veist ekki neitt Ég er 100% þannig, sko Ég er ógeðslega góður að líta út fyrir að vita eitthvað en ég veit ekki neitt En svo er þetta með vínið, fattar ég menn tala eitthvað það, vita eitthvað það þú veist, ef
ef þú ert búin að vera að vinna í kringum drykki í 10+ ár, þá veistu hvað er gott. Og þú áttaði á gæðum, þú veist, þið eru pottið nægilega, þú veist, þekkinga miklu til að smakka eitthvað vín og vera bara, þetta er bara helviti flott, maður, hvað er þetta, sko? Algjörlega. Og þá er þetta bara einhver solid flaska, sko. Þú veist, þetta er ekki bara Montalto, sko. Ja, men í enda og snýst náttúrulega bara, að drekka sem við gott. Já, 100%. Það er bara, en jú, maður er ekki tekað, ég að spila henni eins og ég veit ekki neitt, sko, en jú, maður er alveg drukkið nokkar flöskur, sko, en maður, þú veist, maður fer út að borða og ég smakka eitthvað vín, ég veit alveg hvað hann finnst gott og hvað ekki, sko. Ég held sé sko líka bara í kringum þetta. Það er einhver svona veggur, sem að fólk bara heldur að sé eitthvað svona magic á bakveðina vegg. Það er gjörsamlega ekkert magic á bakveðina vegg. Þetta er bara bransi, stútfullur af bara einhverjum nördum sem að bara duttu út í þetta í staðin fyrir að fara í World of Warcraft eða eitthvað, sko. Og þú veist, ég myndi að 85% af þeim eru mjög einhverfir, og bara fullt af flottu einhverju fólki sem að þekkir, sko. Ég er ekki að drulli við það. Ég fett vel inn í það. Ég held það væri flott í báði, sko. Þetta er bara flott þrjúðarna, sko. Já, 100%. En þetta er bara, það er ekkert að baka við þetta. Af því að, þú veist, þeir sem halda því fram að sé einhverja reglur, það er bara, þú veist, það er bara vitleysingar, þú veist. Þetta er bara svona artsy, fattar ég. Þetta er bara svona svolítið, þetta er flæðandi, fattar ég. Já. Og það er bara, skiptir miklu máli að drekka það sem er gott. Já. Vita hvað fílar og út frá því aflar þeir þekkingar. Shit maður, vín frá þessu héraði eru svolítið spennandi. Þetta er svo smá inn í þau. Já. Runga er það í 10 ár. Svo bara dettur í næsta. Já. Og svo byrjar að flytja inn vín frá þessu héraði sjálfur. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega, það er endastoppið, sko. Já. Það er endastoppið hjá mörgum, sko. Dettin í það. Já, bara snild. Já. En hvað er framöndan hjá Oddný? Er það bara súmakið eða er eitthvað sem mátt segja eða? Já. Sko, það er alveg nokkri hlutir. Ég náttúrulega er gift súmak. Já. Og bara hjartað er þar bara öllu leyti, kannski öllu leyti, miklu leyti, en ég er líka að fara að kenna vínfræðina í menntaskólanum í Kópavogi í haust, og svo kallið minn náttúrulega, hann er náttúrulega kokkur, mjög góður kokkur. Já. Og við verður að segja það samt. Já, ég verður að segja það. Hann er besti kokkur á landi. Ég sagði þetta, Biggi, ég sagði þetta. Og við erum að sjáum fyrir okkur að opna veitingastað. Já, geggjað. Þannig að það vonandi gengur það eftir. En það er náttúrulega bara rekstra umhverfi og bara heimurinn sér til hvort að það gangi eftir, sko. Já. En það er pælingar. Einmitt. Já, það er ekki auðvelt að sé heima að opna góðum veitingastað í dag. Það er mjög erfitt. Já. Ákveði powerkaupa líka, fremsti vínþjóð landsins og besti kokkur á landinu, segir þú? Besti kokkur. Já. Jesus. Ég verður náttúrulega að segja þetta, sko. 13 ár. Ég var allavega mættur á hurðina bara hálftíma áður í opnið, sko. Já, gott að vita. Það er allavega eitt kúni. En já, bara við erum búin að spjalla rosalega mikið um vín og baransan og Oddný, er eitthvað svona, eitthvað á lokum sem þið viljið koma framfæri eða eitthvað sem við spjallum eða eitthvað spurning? Þú mátt líka alveg spyrja okkur. Já. Hvernig gengur? Það, þú veist. Það var að ljómandi. Það ekki? Jú. Ég er allavega alltaf að rekast á þetta hjá okkur. Ég held að sé eitthvað að gera, sko. Jú. Já, þetta gengur. Já, frábært. Við vorum að gera nýjan pall á dönsku. Þeir eru búin að sjá hann eða? Já. Nei. Jú, er að koma að kíkja á hann. Ég kíkja á hann einhvern veginn eftir miðnætti. Já, hann er bara með LED-ljósum í og ekkert eðla flottur. Við ekkert eðla á hana með hann. Ertu að fara að vera með reifum helgar þarna? Já, á pallinum. Já. Eru önnur borð? Við vorum svona piknikborð. Já, við elskum þessi borð. Það er geggjuð, sko. Já, hann að bekkina, en svo erum við bara með lítil útiborð með líka. Já, ok. Og ég dótti að trúna og alveg bara allt og oft, sko. Oft að þessum borðum. Já, ég byrja að reykja svona 3 ára núti, sko. Ég reykja aldrei, sko. Það er bara... Pallurinn gerir það við mann, sko. Það er ekki reykt mikið að einum palli á Íslandi heldur Þetta er svona einstakt fyrirbæri. Sérstaklega góðu veðri, Jesus. Já, frábært. Þetta er besta búlan bæjarins. Já. Það er gott rós. Og kaldi, náttúrulega. Ég var að býða þessu. Herðu, þá bara þökkum við fyrir okkur. Já, bara maður. Og takk hérlega fyrir komin, Oddný. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir að mig.
og fara að læra vín og fara það í bransan. Já, við tökum þetta prófbræðlega. Já, ég er ángurins að bara að skrá mér þetta. Ég held ég náðu þessu sko, þetta er easy, þú veist. Já. Þetta er bara easy sko. Já. Fyrsta stig allan. Fyrsta og annað sko. Fyrsta og annað. Já, easy sko. Já, ég er svona smá stressað núna. Já, Það ég segir líka. þessi easy og bara skítfellið eða eitthvað. Ég byrjaði að svitna á höndunum. Sko. Ég er bara fólk talar þetta upp sko. Ok. Já. Fólk talar þetta upp, þetta er easy sko. Það er easy. Herri, þetta endur með þetta hérna. Þetta er easy. Takk fyrir komið.